Jæja, góðan daginn. Ég ætla að biðja ykkur að þakka ykkur fyrir hlýju orðin mín garð fyrir fyrra myndbandið sem ég skellti þarna inn í sambandi brennisteinsdíoxíð og bara það að hafa í huga. Nú, í framhald af því þá ákvað ég að skella svona í smá pakka bara í viðbót sem ég fann svona í þessari blessuðu eiturefnabók sem að gefa út af Félagi slökkviliðsstjóra fyrir allmörgum árum síðan. En bara rétt smá upprifjun að þetta var sem sagt litarlaust gas, þannig að við sjáum það ekki. Það lyktar illa, svona brennisteinn stingandi fíla af þessu. Það er þyngra andrúmsloftið þannig að það leggst í allar dældir og gjótur og er þeirlendi mjög hættulegt fyrir fólk sem að fer ofan í gjótur eða lægðir eða dali, þannig að þetta getur legið þar ansi lengi. Þetta gas er ætandi, það er að segja leysist auðveldlega upp í vatni sem að skýrir það af hverju við finnum þetta svona fljótt. Við finnum sem skynjulegu mörkin okkar eru einn partur af milljón og þetta sem sagt efni hefur suðumark við -10 gráður. Þannig að við erum að tala um það að við -10 gráður þá, því að brennisteinsdíoxíð líka til í fljótandi formi, en við -10 gráður þá gufar það upp. Í eiturefnabókinni fyrir sem sagt viðbragðsaðila þá er talað um að menn sem er að starfa á svona svæði, á lekasvæði þar sem er mengun, þurfa að vera í eiturefnagalla, við lífbjörgun er mögulega að vera bara í slökkugalla, en að vera með sjálfstæðan öndunarbúnað, SUP, sem að sumir vilja kalla reykköfunartæki, sem er nú rangnefni en það er nú annað mál. Mesta hættan af þessu gasi, það er eitrun. Við höfum möguleika á því að sprauta með vatnsúða á gaski til að fella það niður og mögulega halda þannig því frá einhverjum húsum með eitthvað slíku sem viljum ekki að berist í. En aðalmálið með þetta blessa gas er það að af því er mjög mikil heilsufarsleg hætta. Þannig að þið munið eftir appelsínugurum merkjunum þá er þetta 2,6 sem sagt gastegund og eitrað. Nú í þessari blessuðu bók er talað náttúrulega að þetta gas er að valda mjög miklum óþægindum. Það sem er raki í augum og slímhimnum og ef að húðin er rök þá getur það einmitt valdið óþægindum þar. Og þegar það kemst í samband við raka eða vatn þá myndast þessi brennisteinssýrlingur sem er alls ekki gott mál. Þannig að sem sagt svona fyrstu einkenni, sviði í öndunarfærunum, menn fara að hósta, menn geta átt erfitt með andardrátt og síðan þegar þetta verður verra þá náttúrulega bara getur komið lungnabjúgur og eina meðferð við þessu raun og veru er bara að koma viðkomandi í ferskara loft, í hvíld, jafnvel að gefa súrefni, þá er kannski að veita öndunaraðstoð og fjarlægja þá rök, föt eða skóla viðkomandi ef menn eru með sviða. Og ef menn eru með mikinn sviða augum og tárast mjög mikið, þá er alveg líklegt að það þurfi jafnvel að skóla hreinlega augum. Og það sem að kannski maður hefur heyrt að er á staðnum en eru með og mjög duglegir við að nota bæði sem sagt grímur og eru með mæla sem að láta vita ef að mælist brennisteinsdíoxíð í andrúmsloftinu í kringum fólkið. Og náttúrulega björgunarsveitarmenn eru með mjög góðan búnað fyrir þessi almennu slys og fólk falli og detti og fleira slíkt sko. En ef við erum með þarna á svæðinu fyrir þá sem hafa þekkingu til þess að nota, að vera þar með öndunarbúnað og hafa þá súrefni og jafnvel maska þá og skólinsur og vökva til þess að geta skólað augu ef menn lenda í mikilli mengun. Þannig að við þurfum að hafa farartæki til að geta flutt fólkið af því það má ekki erfiða mikið ef það hefur orðið fyrir mikilli mengun í öndunarfærin og koma þeim í betra og ferskara loft og gefa þeim súrefni og jafnvel síðan slá skóla. Þannig að vonandi er þetta eitthvað sem ég græði á að hlusta á. Takk fyrir. Það er hægt að líka, það má like, takk.